Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi. Það komin 8. desember og jólin nálgast. Það nálgast líka vetrarsolstuður, þannig að bráðum byrjar daginn að lengja aftur, en við svo sem byrjum ekki að finna það fyrir einhvern tímann svona þegar það fyrir að líða á janúar. En til þess að spjalla við mig í kvöld eru komnir hingað framámenn í Geðhjálp og S.A.A. Það Grímur Atlason sem framkvæmdastjóri Geðhjálpar og Einar Hermannsson sem formaður S.A.A. Velkomnir báðir tveir. Hugmyndin að svona ræða kannski svona stöðu þessara hópa. Þetta eiga margt sameiginlegt. Fólk sem glímir við geðraskanir og fíknisjúkdóma. Þetta oft valda þessir sjúkdóma því að fólk svona snúið og barið niður í fátækt. Og það glímir við sjúkdóminn sinn og glímir við fátækt og líka fordóma samfélagsins og kannski fordóma stjórnvalda. Það hefur nú oft verið haldið fram að fólk í þessari stöðu njóti ekki alveg sambærilegrar þjónustu og þeir sem eru með líkamlega sjúkdóma, þótt að sé alltaf erfitt að vera út í svona samanburð á einhverjum hópum, að þá held ég að þetta sé nú almennt viðurkennt og það nú þekkt herferði í Bandaríkjunum sem að gengur út á að vekja athygli á þetta. Það sem raunverulega krafa þeirra sem eru með fíknisjúkdóma og geðraskanir að við njótum sömu þjónustu og þeir sem eru með líkamlega sjúkdóma. Ég býst við að munurinn sé ekki jafn mikill hér á Íslandi, það sem blessunarlega aðeins þróaðara heilbrigðis- og velferðarkerfi heldur í Bandaríkjunum, en kannski er munurinn samt ennþá til. En ég ætla svo sem ekki að leggja ykkur orðið í munn, heldur bara að spyrja ykkur og ég ætla kannski bara að byrja á svona að því að við erum í aðventunni og þetta tími þar sem að fjárlögin eru til umræðu og ég býst að þið fylgist báðir svolítið með því hvernig staðan á ykkar hópum þar. Ef við má byrja á þér, Grímur, er hægt að merkja það af fjárlögum eða stefnu ríkisstjórnarinnar að svona staða þeirra sem að glíma við geðraskanir muni verði betri þjónusta á svona næstu misserum? Já, sko, það að minnsta kosti kannski einhvers konar breyting að þetta er komið bæði í stjórnarsáttmála minnst á hópinn og í fjárlögum eru nokkrar upphæðir settar á svona sem einhvers konar viðbót. En að sama skapi að þá eins og við gerðum svona umsögn fjárlagafrumvarpið og þar fórum við gegnum allt frumvarpið og fórum líka gegnum kannski í einhver leyti kannski þess að þú varst að tala í inngangnum sem eru kannski þessir undirliggjandi fordómar gagnvart því að vera með geðrænar áskoranir sem að birtist bara mennst og ekki endilega bundið við einhvern, það er bundið við okkur öll, að það þessi tendens til þess að geta ekki leitað eftir til dæmis að kalla í notendahópinn, kalla í fólk með reynslu þegar þarf að skoða hver staða og hvernig hlutin þróast. Í umsögn okkar við fjárlagafrumvarpið þá fórum við gegnum upphæðir sem eru langt í frá nægjanlegar, geðheilbrigðismál, við höfum farið gegnum þetta hér hjá Geðhjálp og þetta hefur verið tekið út, að eru það bil 30% af umfangi heilbrigðismála. Þess að við erum hlutdeildin af heilbrigðismálum er 30%. Fjármagnið sem sett í málaflokkin svona í kringum 12% af heildinni sem fer í heilbrigðismál. Og þannig hefur þetta verið langt árabil og áratugi og það segir sig sjálft eins og í fjárlagafrumvarpinu þá að setja inn vegna COVID af því að það vita mál að COVID hefur kallað yfir og það komið fram bara víða. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin, það verið að koma fram í rannsóknum hér á Íslandi, það komið fram í rannsóknum í Bandaríkjunum og landlæknir í Bandaríkjana var að tala það núna bara síðast held ég í gær og komið fréttir af því hér á Íslandi í dag að COVID-faraldurinn hefur ýkt í rauninni vandann, hefur ekki ýkt vandann heldur aukið vandann og það að setja einskiptis upphæð upp á 400 milljónir
til að bregðast við COVID-tengdum verkefnum eru þetta, þú ert að sýna einhvern lit, en þetta langt í frá þegar að horft til þess að málaflokkurinn hefur verið sveltur svo árum og áratugum skiptir. Þetta sést bæði á, ef við horfum á hvernig geðdeildirnar eru bara byggðar upp, hvernig húsnæðið hvernig hugmyndafræðin hvernig starfsmannaveltan hvernig það eins og þú talaðir í inngangnum í samanburði við aðrar deildir eða aðra kvilla sem eru á Landspítalanum og hvernig brugðist við því, hvernig starfsmannaveltan þar og annað. Vandinn bara mjög stór og fjárlagafrumvarpið því miður er langt í frá að geta, þó að kannski í sjálfu sér peningar ekki málið endilega akkurat núna. Það þyrfti, eins og við höfum bent á Geðhjálp, það þyrfti bara að taka út málaflokkinn og greina hann, skoða hann og þá ekki gera það með einhverjum aðila úr ráðuneytinu eða landlækni, heldur bara óháður aðili fer yfir umfang geðheilbrigðismála því þau eru mjög víðfeðm og tengjast inn á það sem við sitjum hér báðir, Einar og SOA og annað. Þetta eru allt saman geðheilbrigðismál. Þetta segja það, Grímur, að sko staðan sé eiginlega þannig að það þurfi eiginlega að gera úttekt og finna svona nýja byrjun. Það sé erfitt að gera kröfur svona inn í óbreyttu umhverfi. Þá ertu kannski bara að biðja aðeins meiri þjónustu þarna, það sem að markmiðið væri raunverulega kannski að breytinni og bara stokka allt kerfið upp. Það sé erfitt að gera kröfur einhverja hækkun hér og það. Það auðvitað þarf einhverja peninga, en það alveg rétt. Það þarf að bara fara alveg grundigt í þetta og sjá í rauninni, af því að það svo hægt við að svona uppæri, svo 400 milljónir sem alveg, það eru peningar. Þó kannski að sé ekkit mikið meira en ein íbúð á Hafnartorgi, skiljiði, hvernig ef við þurfum verðmæta matið, hvernig við hugsum, hvernig verðmæti eru hugsuð í þessu samfélagi. Þau eru þetta pínulítið skökk, en nóg það að þetta eru samt peningar, þeir skipta máli og það að gera mikið fyrir þessa peninga, en hættan þeir eru settir svona í bara einhvern veginn, við setjum 400 milljónir hérna og svo ætlum við að setja 10 milljónir í geðheilsuteymi fanga og við ætlum að setja 100 milljónir í niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu. Þetta eru þegar þú ekki veist í rauninni ekki hvernig hlutinir eru eða hvað best að gera, þá hætt við þetta fari bara í einhvers konar hít og verði ekki að miklu. Það miklu betra í rauninni frekar að sleppa því að bæta við peningum og safna þeim aðeins og skoða hvað við þurfum að gera. Einar, lendir þið í þessu sama hjá SAA að viðmælendin ykkar sem eru stjórnvöld, þar sem þið eru að sækja og knýja á að stjórnvöld gangist við ábyrgð sinni að veita þessum hópi góða heilbrigðisþjónustu og félagslega aðstoð, að svona skilgreiningin á þörfum hópsins eða hvaða raunverulega þarf sé kannski ekki svo klár hjá viðmælendum ykkar, að þið myndu kannski vilja rétta upp hendina og fá það sama og Grímur að biðja sem svona bara úttekt á því hvernig best að glíma við áfengis- og vímuefnasýki í íslensku samfélagi árið 2021. Já, takk fyrir að bjóða mér og það nú að hlutu til þér að kenna eða þér að þakka. Ég siti hérna í dag. Þú komst mér inn í stjórn hjá SAA á sín tíma og ég ætla að byrja að líka hrósa Grími fyrir það starf sem að þau eru að gera þarna á Geðhjálp. Það alveg til fyrirmyndar og hvað það hafa verið að vekja mikið athygli á þessu og svona normal, eða þannig að svona venjulegt fólk sé bara, að þessi sjúkdómur alltaf verið, eða þessi hefur verið lítið svona fólk veit ekki alveg hvernig á að bregðast við þegar að vera að tala geðsjúkdóma og annað. En varðandi okkar málaflokk, þá það þannig að hækkun á milli ára í rauninni nær varla neyslutölu vísitölunni og þetta svona, þessi sjúkdómur eins og bara svo margt annað í þessu samfélagi, hann þróast með mikið og þó þetta sé fyrst og fremst heilbrigðisvandamál, þá þetta líka mikið félagslegt vandamál og stór hluti af okkar skjólstæðingum til dæmis ekki í vinnu. Stór hópur með óöruggt húsnæði og ef við ætlum að ná einhverjum svona betri árangri með okkar skjólstæðinga, þá þetta svona eins og Grímur var líka að segja, það þyrfti svona að ná aðeins betur utan um þetta. Það ekki nóg að við komum til fari ofta tíðum í 10 daga afeitrun, fari hugsanlega kannski í einhverja göngudeild í nokkra mánuði eða á Vík. Heldur félagslegi þátturinn líka orðinn svo gríðarlega mikilvægur, þannig að við séum ekki alltaf bara í þessum
repeat business, að við séum að sífellt að taka á móti þessum hópi aftur og aftur bara út af félagslegum aðstæðum og það þarf að skoða með þetta eins og Grímur var Þú ert eiginlega að segja það að fólk útskrifað út úr heilbrigðisstofnuninni inn í heimilisleysi, inn í bara vonlausar félagslegar aðstæður og það sé raunverulega umhverfi þess sem ekki hægt að ætla til þess að fólk nái bata. Það þurfa að bæta félagslega umhverfið sem að tekur við sjúklingnum þegar hann kemur út af vík. Já, það þarf svona bara, það þarf bara lengri tíma til að jafna sig og það þarf ofta tíðum líka bara tíma til að fóta sig í lífinu, til að ná áttum. Við vitum að, þetta svolítið öðruvísi að, alkóhólismi og ekki bara alkóhólismi, það til svo, þetta alls konar fólk við alls konar aðstæður. Og að því þú spurði nú sérstaklega áðan hvernig okkur hefur gengið að tala við yfirvöld, þá það nú bara þannig að við buðum öllum stjórnmálaflokkum fyrir síðustu alþingiskosningar til samtals við okkur í Bjarstaleiti hjá hollvinum SÁ og það sýndi oss allir skilning og það voru allir til í að skilja þessar tölur og hvað SÁ er að leggja sjálft mikið til í meðferðarstarfið en það virðist ekki hafa skilað sér allavega í fjárlögin í fyrstu umræðunni en við bara verðum að vera bjartsýn og vona að við fáum áheyrn og við erum náttúrulega búin að biðja það eins og mörg önnur almannaheilla-samtök að fá að tala við fjárlaganefnd og vonandi fá að koma okkar sjónarmiðum betur þar á framfæri. Munurinn á ykkur tveimur það að SÁ rekur sjúkrahús. SÁ eiginlega félag sjúklinganna og aðstandað þeirra sem náðu því að byggja upp meðferð byggð á þeirra væntingum og þeirra hugmyndum það hvernig væri best það er kannski að sumuleyti það sem að Grímur var að fara fram á að hópurinn kæmi sjálfur að því að móta það en Geðhjálp rekur ekki sína eigin meðferð og ég myndir þú vilja það Grímur að Geðhjálp kæmi svona að rekstri eða Já, ég veit ekki, væri með stjórnarmenn inn í, nú á að sitja stjórn yfir Landspítalann, ætti þar að vera sjúklingar inn í hópnum eða hvernig sérðu fyrir þér svona aðkomu, má hún vera svona afgerandi eins og í SÁ, þar sem ég rekna með þessu meiri hlutin í stjórn SÁ séu alkohólistar í bata? Í rauninni, við rákum þjónustu, við rákum húsnæði og sambýli og búsetu mörg ár og vorum tókum að móti fólki í mat og fleira. Við töldum að það væri erfitt að myndi samræmast að því að við erum í hagsmunagæslu líka þegar að til dæmis að koma upp tilvik í búsetu þjónustu okkar á kvartandi starfsmönnum og þá vorum við einhvern veginn báðum megin við borðið. Því við vildum vera þessir aðilar sem að gætu svona verið einhvers konar aðhald því það hefur nú sýnt sig að eftirlitsaðilar eins og komið við fram á síðustu misserum hafa brugðist sínu eftirliti og við erum að reyna kannski að taka það þó við eigum ekki til að vera það, við erum ekki með neitt lagalegt eftirlit að þá erum við samt sem að hagsmuna aðilar og hagsmuna gæslu samtök. Við að sjálfsögðu stjórn Geðhjálpar Og má ég spyrja þig Grímur, losuðu ykkur þá við búsetúrræðin og þá þjónustu sem þið höfðu veitt? Já, við hættum að veita það. Við erum hins vegar með ráðgjöf sem eru í rauninni sálfræðimentir einstaklingar, við erum með lögfræðimentun hér innan, höfum verið með hérna lögfræðinga að vinna hjá okkur og svo erum við bara með almenna ráðgjöf. Þetta veitum við, þetta svo þjónusta sem við veitum og þetta við leggjum bara við borgum fyrir það eða með því að safna peningum og svo þegar við fáum einhvers konar styrki frá hinu opinbera. Stjórn Geðhjálpar eru upp til hópa notendur og aðstandendur og áhuga fólk geðrana bara geðheilsu almennt. En þannig var það ekki alltaf, það fyrir svona 20 árum þá verður breyting. Þetta upphaflega voru aðstandendur sem að stofnuðu Geðhjálp og fljótlega kom inn mikið af fagfólki sem hafði áhuga á, en það líka skakt að fagfólk sé að stýra í rauninni notendasamtökum, því þau eru fyrst og fremst notendasamtök og þetta aðstandendur líka, en núna fyrir 20 árum breyttist að þá tóku eiginlega yfir, þá mikið af fólki með notendareynslu í kerfinu.
og það mjög mikilvægt. Þannig að þó að geðhjálp sé ekki að reka eitthvað og annað, að þá mjög mikilvægt að komi notenda eða sem sagt aðilar inn á geðdeildir, bara eins og það talsvert af því í Noregi, það mjög lítið hér. Fólk með notendareynslu sem ráðið vegna notendareynslu sinnar, sama í rauninni rétt eins og ráðgjafar upp á Vogi eða á Vík eða í göngudeildinni, það upp til hópa fólk með notendareynslu sem fer og tekur sérstaka menntun, en notendafulltrúar það hefur vantað talsvert. Hugmyndafræðin í bransanum á Íslandi dálítið að okkar mati, við höfum gagnrýnt það mjög eftir á. Hún mjög lyfjamiðuð og lítið horft til nýrra aðferða sem að ryðja sér til rúms víða og byggja ekki á þessu bíó. Við erum talsvert og ég veit líka að S.O.A. svolítið að kljástu þetta líka, það hugmyndin sko í rauninni ekki alltaf hvað að þér heldur, hvað kom fyrir þig. Þessi áfalla meðferð sem honum svo mikilvæg og flestir, ef ekki sko, bara mjög margir af þeim sem að leggjast inn á til dæmis geðdeildir eða að glíma við geðrænar áskoranir, þær koma frá áföllum, þær koma frá hlutum og þess vegna gott að fara yfir í félagslega þáttin sem vorum að ræða og þess gott að fara fyrir ofan fossinn, að vera svolítið fyrir ofan fossinn og huga að heilsuefling og forvörnum frekar en að vera syngt og heilagt í þessari meðferð og endurhæfingu sem við erum alltaf í. Við erum alltaf að taka við fólki þegar í rauninni of seint, eða sem sagt ekki það, auðvitað að taka við fólki þarna, en við að reyna að beina sjónum okkar fyrir ofan þennan foss. Mér langar einmitt að ræða það á eftir, en ég ætla aðeins að staldra við það því að þið einhvern veginn fór samtali inn í svona til baráttuaðferðir. Þetta með að að geðhjálp, við vísum bara í verkalýðshreyfinguna, að einhvern tímann rak verkalýðshreyfingin sko alþýðubrauðgerðina og alþýðuhús og alþýðublað og alls konar dóttir í og ég veit ekki af hverju þeir hættu því en kannski eitthvað svona annmarkar á því en ef það eitthvað maður sem í svona flækju að þessu leyti þá það líklega Einar það sem að sko sjúklingahópurinn rekur raunverulega faglega meðferð og hvor megin stendur þú Einar ertu með læknunum eða sjúklingunum? Lendur í vandræðum út af þessu að það flókið fyrir almannasamtök, hagsmunasamtök tiltekins hóps, sjúklingahóps sem S.A.A. náttúrulega alveg að reynu leyti að standi í rekstri og vera í meðferð. Var það betra að hafa bara hagsmunasamtökin á einum stað og svo bara sjúkrahúsreksturinn sér og svo kannski félagslega reksturinn annars staðar. Hægt að hafa þetta allt í einu grund? Já, það alveg hægt sko, en samvinnan þarf að vera klárlega mjög góð og við þurfum öll að vita hvert við erum að Sem ekki alltaf, Einar, sem ekki alltaf? Nei, það alveg hárrétt hjá þér, en hún þannig núna og ég held að við séum alveg sko, ef allir aðalega gera sig grein fyrir sínu hlutverki innan borðs, þá gengur þetta upp og ef við látum fagfólkið, ég meina það að því við sögðum áðan, þetta sjúkrahús, ég meina Vogur sjúkrahús og það heilbrigðisstarfsfólk sem að sinnir þjónustunni þar, en svo kemur að samtökunum sem að eins og staðan alveg núna, þá viljum við gera meira í þessum félagslegu þætti. Það að segja, við teljum það vera þannig að við þurfum að hlúa lengur að ákveðnum hóp sem að leitar til okkar og það áformum að byggja til dæmis búsetuúrræði fyrir konur með þjónustu sem beint á göngudeildinni. Það vantar klárlega búsetuúrræði fyrir ungt fólk og ég get bara nefnt það sem dæmi að það voru inn á Vogi daginn inn á ungmennadeildinni sem 18-25 ára, það voru 10 ungir menn þar, sem sagt 18-25 ára. 4 voru óstaðsettir í hús og þetta bara fólki sem að byrja sitt líf og það bara einhvern veginn ekki hægt held ég að gera þá kröfu að þú sért einn á báti að ná þér upp úr þegar þú ert búin að vera að glíma við fíknisjúkdóma í nokkur ár og í harðari neyslu. Það þarf einhver að hlúa að þér í einhvern ákveðin tíma til að þú komir báðum fótum niður á jörðina og vonandi að þú náir að eiga betra líf. Þetta var mín svona niðurstaða þegar ég var í þínu hlutverki, eins og þú veist, og kannski einhverjir sem eru að hlusta á okkur, þá var það þegar maður skoðaði þetta, þá kannski þó svo að
eftir hrun og fleira hafi ríkið dregið að sér fjárveitingar og samtökin þurftu að nota bara vera með lífróður til þess að halda upp í þjónustu með sjálfsaflafé. Að þá var kannski árangurinn sem hafði nást svona í heilbrigðismeðferðinni. Það var kannski SA komið kannski upp í svona 75-80% af því sem að maður hefði óskað sér. En varðandi félagslega hlutan og stuðning við sjúklingahópinn þegar kemur mjög laskaður út úr meðferð, sumir heimilislausir sem þú ert að nefna, stór hlutu atvinnulaus, margir bara með slit við samskipti við fjölskyldu og svona óformlegt félagsnet í rústum, að þar mat maður eiginlega við værum eiginlega bara núllpunkti. Það væri eiginlega verkefni framundan væru það að fá viðurkenningu á að þessi hópur þyrfti á sérstakri félagsþjónustu að halda. Ég lendi svolítið vandræðum innanhús því að þar var svona heilbrigðisdrifin saga og forysta sem var þarna líka, en maður lendi líka í vandræðum með að við hvernig maður var að tala. Annars vegar voru það heilbrigðisráðuneytið og ríkið sem sá heilbrigðisþjónustu, síðan áttu sveitafélögin sem áttu að sjá hitt og þau voru bara stödd á allt öðrum stað. Mitt á milli nefndi maður í vandræðum með endurhæfingu, þar sem að stór hluti af endurhæfingunni hafi verið fluttur inn í virk sem hluti af hinum formlega vinnumarkaði og þar vildi fólk ekki skilgreina eitthvað sem var í eftirmeðferð og heilbrigðissviði sem að hann gæti dott inn í endurhæfingu. Þetta var, svo ég vitni nú í formanninn hans Gríms, þetta var í svona sílóum eins og Héðinn Unstensson alltaf að benda á. Þannig að það var erfitt að ná saman samfellu í það hvernig ætti að taka á hópnum. Nú býst ég við að ég sé ekki að segja ykkur neitt nýtt, þetta ekki bara það sem þeir eru glíma? Þetta það er margt rétt sem átt að segja. Mér finnst töluvert mikið hafa breyst og það er líka bara fyrir bara eins og bara samtök eins og Geðhjálp sem að opna þessa umræðu og mér finnst skilningur vera orðið meiri í svona opinbera kerfinu þó að peningarnir sé ekki að skila sér kannski akkurat og í þeim magni sem við þyrftum, en það er bara fyrir tilstuðlar svona samtækja svo okkar og Geðhjálp og fleiri náttúrulega sem að þurfum að leiða ofta tíðum þessar samræður og vera hávær en samt að vera kurteis og vera með rök fyrir því sem við erum að segja. Þetta er barátta en mér finnst undanfarin ár hún hafi verið að skila miklum árangri og ég held að sé miklu meiri skilningur í dag hjá hinu opinbera heldur en var en fjármagni hefur því miður ekki skilað sér og kannski hefur heilbrigðisráðuneytið ekki verið kannski svona leiðandi í akkúrat þessum málaflokkum en mér finnst þetta miklu betra heldur en var bara fyrir nokkrum árum. Ertu ofbjartsýnn Einar að fara að fundunum tómhentur með engar fjárveitingar en góðar kveðjur? Það er þekkt í sögunni að fólk getur farið svona fundi til stjórnmálamanna áratugum saman á þess að fara nokkuð tíman með neitt í buddunni tilbaka. Já, S.A.A. er bara klárlega hluta þeirri sögu og en við borðum ekki góða kveðjur eða sinnum fólki með þeim. Þannig að það er bara spurning hvað þið opinbera vill hvað hlutverk S.A.A. að gegna næsta árum eins og Grímur bentir eftir álíka áðan á tímum COVID það er bara gríðarlega þörf fyrir okkar þjónustu og þjónustu í þessum geira þannig að ég held að og vonandi hefur opinbera að gera sig grein fyrir því en ég veit það ekki en ég held til dæmis þessum svona búsetúræði og annað þá þarf hugmyndir að koma frá S.A.A. og við þurfum að sýna þetta er það sem við erum að bjóða upp á og viljið taka þátt í með okkur hugmyndir mun aldrei koma frá hinu opinbera og þetta er svona eins og maður á oft í samskiptum við Sjúkratryggingar Íslands þá erum við að reyna að selja jarðarber þeir vilja kaupa epli og niðurstaðan verður bara jarðepli þannig að það er líka einn af þessum þröskuldum sem við erum að glíma við. Hvað segir þú þetta Grímur? Þetta er svona svolítið öðruvísi. Já, en málið er að þetta er sama stríðið en þeir eru með svona svolítið ólíka taktík eitthvað minni. Já, en málið er að við erum ofta að tala sama hópinn, því að það er kannski sá hópur sem er þyngstur innan hjá S.A.A. inn á Vogi og þeir sem að leita þangað oft þeir sem með einhvers konar tvígreiningar að tvíþættan vanda
og þessi tvíþætti vandi að svo fer hann inn í geðheilbrigðiskerfið og þar er hann flókinn. Það sem því bent, og þú veist í rauninni þessi sílóumræða, hún er mjög mikilvæg að hafa hann í huga og hafa það í huga hvernig þetta litla land, 360 eða 80.000, það fer eftir hvernig við teljum þetta núna, að við erum að fjölga núna ráðuneytum sem ekki fjölskipastjórnvald heldur, þetta eru ráðuneyti, þetta eru alltaf bara ráðherra sem ráða og við erum með ennþá mjög mörg sveitafélög. Og við erum ennþá með mjög mörg sveitafélög sem ráða enga megin við verkefnið sem þau að ráða við, þessu þjónusta sem þau að veita. Og svo erum við með þessa togstreitu milli annars vegar ríkisins og hins vegar sveitafélagana hver á að sinna ákveðnum hlutverkum. Og inn á milli oftar en ekki fólk sem að fær enga þjónustu, fær enga sem að hefur þó rétt á, vegna þess að báðir aðilar að kasta á milli sín og svo fer það eftir í rauninni hvar þú átt heima. Það má segja margt úr Reykjavík en það þó allavega Reykjavík líklega það sveitafélag sem að með hvað flest af þessum úrræðum, svona búsetuúrræðum, en þau eru mjög mörg löskuð og við erum ennþá með herbergjasambýli þó að það sé verið að reyna að útrýma þeim, þá eru það ennþá við lýði og það eru herbergjasambýlinir yfirleitt þeir sem eru hvað veikasti fyrir og þeir sem veita þjónustuna eru oftar en ekki fólk sem kemur og fer og annað. Það þessi hópur sem hefur það kannski hvað lakast í samfélaginu. Og þetta vegna að okkar mati oft einmitt þessi sílópæling að það bara kemur okkur ekki við, þetta þarna megin. Í staðinn sem við myndum líta á samfélagið svolítið í heild og þjónustu við borgarana einhvers konar heild, að við séum ekki alltaf að skera á og klippa og í rauninni þess vegna að valda því að fólk í rauninni í kannski svo árum skipti í einhvers konar þjónustu leysi, þar sem að það fær ekki það sem það á rétt á og ég hef ennþá áhyggjur af þessu, við erum ennþá með oflókið. Við sameinum velferðarráðuneytið einu sinni sem að ég held að hafi verið rétt skref, þar sem að félagsmálaráðuneytið og heilbrigðisráðuneytið var eitt velferðarráðuneyti. Nú erum við búin að svolítið splundra því enn frekar upp með barnamálin á einum stað og félagsþjónustuna á einum stað og heilbrigðismálin á einum stað og annað. Og þetta bara, og við erum ekki nógu mörg til þess að geta gert þetta svona. Þá missum við skortir yfirsýn og við fáum ekki það sem að við eyðum alveg peningum í þetta, en við fáum kannski það sem við erum að biðja Þannig að ég hef, og við höfum áhyggjur af þessu og það meðal annars þess að við bendum á einhvers konar heildarúttekt. Ég held að það kemur í ljós í rauninni hvað við getum. Við þurfum að einfalda þetta og samþætta, þetta eru leiðinda orð sér að nota, en það bara það sem það að gera. Göttusópur líka leiðilegt orð, en það bara fínt að nota. En það það mikil samhljómur í þessu sem að segja og ég held að þið getur bara unnið saman af því að knýja á að sé svona samþætt og heildstæð og allt það, mynd af því hvernig tekið á sjúklingunum. Þannig ég ætla aðeins að fá að halda áfram eiginlega á þeim brautum. Ef við tökum svona bara önnur kerfi, því við erum búin að svolítið tala heilbrigðiskerfið og svo erum við að tala svona félagslega aðstoð við hópana eftir þeirra og ef við tökum kannski eins og skólakerfið, tekur skólakerfið mið af því að fólk sem geðraskanir eða fíknisjúkdóm? Mér fannst það svona þegar ég var ungur einu sinni og löngu eftir ég var gamall að þá bara flosna fólk upp úr mentó ef það byrjað að drekka snemma. Það til þess við mig. Ég væri eðlilegt að gera kröfur það að í menntaskóla og bara í skólakerfinu var almennt gert ráð fyrir því að fólk gæti dottið út úr námi einhverju tíma og tekið þessu upp aftur þegar það er búið að ná sér og eitthvað slíkt. Er við nógu vakandi þarna? Nei, ég held að skólakerfið það ekki nú yfirleitt bara þannig ef ykkur gripinu við einhverja fíkniefnanotkun í skóla, þá var hann bara rekinn skólanum. Það einfaldasta lausnin, það bara losnaði vandamálið. En ég held að við og ég framhaldi af því sem að Gríma var kannski að segja áðan, eins og okkar skjólstæðingar sem búið út á landi sem vilja fá þjónustu, þar að segja fjarþjónustu, ríki greiðir hann ekki, heldur borgu við hana sjálfur úr vasa S.A. því að þeir viðurkenna ekki þá þjónustu.
Þannig að, þú veist, þarna er verið að búa til í rauninni vandamál, sko, að bara segja ekki hérna, það á gilda nákvæmlega í Reykjavík eins og á Raufarhöfn, sko. Og og svo það líka þetta með skólana og bara svona almennt, bara með fræðslu og annað, bæði varðandi, sko, sjúkdóminn sjálfan, varðandi börnin sem við erum að sinna og annað, það gefst bara ekki tími og við höfum bara ekki fjármuni því miður, eins og að vera að tala áðan, að vera fyrir ofan fossinn, heldur erum við alltaf fyrir neðan fossinn, sko. En það ekki hlutverk, sko, skólakerfisins að einmitt að vera í þessu, það er ekkert eðlilegt við það að S.A.A. sé einhvers staðar upp í efstaleiti að sinna sjúklingahópnum, heldur bara eðlilegt að sé bara hluti af skólakerfinu. Og ég má bæta eins við að því við nefndi, ég ætlaði ekki að taka dæmi bara af framhaldsskólum, því að það er líka annað sem er það að þessum sjúkdómum getur gert foreldrageta. Og börn, fólk sem að glíma við fíknisjúkdóm og geðraskanir mæta oft í skólan svona lakar nestus, bæði efnahagslega en líka kannski með stuðninga á heimilinu. Er hægt að gera kröfur það að grunnskólinn getur bara átti sig á því að kannski 15-20% af heimilunum er með, eins og hefur verið kallað, skerta foreldragetu út af þessu sjúkdómum? Ég vil gjarnan taka boltan þarna því að þetta er mjög góð ábending og mjög góð spurning og mjög góða pælingar. Við verðum að horfa meira til, þegar við hittum einhvern eins og mig, ég leita til S.A.A. eða einhvern annan, að hvað er það sem hvaðan er ég að koma? Og eða hingað til geðhjálpar og þú veist, sagan er oft þessi. Við hittum mjög mikið af fólki sem á bara söguna, þú veist, það byrjaði jafnvel á því að foreldrar voru með fíknivanda eða þá foreldrar voru að glíma við geðrænar áskoranir. Og það gerði það verkum að þú varst alltaf svolítið, lífið þitt eins og þessi, þú veist, þetta líf við einhvers konar óöryggi, þú þróa með þér ákveðna að það hætti. Og það sem gerist í skólakerfinu gjarnan er að þú ert álitin, það er eitthvað að hrjá þetta barn og þá þurfum við að greina þann vanda og það er ekki verið að greina vanda foreldrana, það er verið að greina vanda barnsins sem er kannski bara endurspegla ástandið heima hjá sér og í rauninni, og með því erum við búin að búa til einhvers konar, já þetta barn er hér með einhvers konar, það er eitthvað að hrjáða og það heitir þetta. Það heitir mótþróa þrjóskuröskun eða ADHD eða hvað það heitir á hverjum tíma og þá er ég ekki að gera lítið úr greiningum. Það má ekki lítið á þannig, heldur það er mikið af börnum sem við erum ekki að skoða, við erum ekki að hjálpa, við erum ekki að taka utan og eigum að taka utan þau miklu fyrr. Við eigum að sjálfsögðu að hjálpa fólki á meðgöngu, við eigum að hjálpa fólki þegar barnið er nýkomið í heiminn og við styðja foreldra. Og það er engin stuðningur að hrekja foreldra strax inn í þú veist, 110% vinnu sem fyrst bara, að því það gera verkum að svo verður sambandi erfitt og fólk skilur og allavega og við erum ekki í rauninni svona velferðarsamfélag eða einhvers konar sem myndi líta á þetta hlutverk að taka þetta föstum tökum. Myndi ekki bara vera með greiningadeildir í Seðlabanka, heldur vera bara svolítið með hver er barómeter geðheilsu þjóðarinnar og hvernig getum við, hvar þurfum að bæti í, hvað þurfum að styðja til þess að fólk geti sinnt í hlutverki sem er að ala upp börnin sín og fá síðan hjálpið það þegar út af bregður og síðan auðvitað sjálfsögðu að vera ekki alltaf að taka börn sem eru að sýna einhverja hegðan og eitthvað og segja, heyrðu, þú ert hérna svona, heldur kannski að reyna að sýna skilning og reyna að átta sig á því að þetta að reiði getur komið út, innbyggð reiði þar sem þú ert jafnvel verið fyrir ofbeldið eitthvað, það getur komið út með aggressjón gagnvart einhverjum öðrum og þetta fer bara framhjá og það er svo vont að vera alltaf síðan þegar að vera að skoða einhver svona Hjalteyrarmál og Arnarholtsmál og allt það við erum í framtíðinni farin að hugsa hvað gerðum við 21 í staðins að bara takast á við þetta núna og auðvitað það skólakerfið að taka upp geðfræðslu, það er bara á hreinu. Að því að við erum 30% af öllum einstaklingum munu vera einhver tímann á lífsleiðinni kljást við eitthvað og alkohólismi er að klárlega einhver staðar á þessu geðrófi líka að við þurfum að, það er svo margir sem munu glíma við eitthvað og þá er svo mikilvægt að fara og reyna að þú veist að geðfræðsla kenna þeir að bregðast við
takast á við hluti og það grunnskólinn og sjálfsögðu framhaldsskólinn og háskólinn og leikskólinn. Þetta allt saman bara undir í þessu og þetta einn af kröfum geðhjálpar eða kröfum ábendingum geðhjálpar sem við settum fram í 9 aðgerðum fyrir ári síðan og við hömrum á alla daga. Það að gera geðrækt hluta af aðalnámskrá grunnskóla og þá þarf að sjálfsögðu það. Kenna geðleysi, ekki bara fjármálaleysi. Nei, kenna, ég held að það sé miklu mikilvægara. Þú mjög fínn í fjármálaleysi ef þú ert vel áttaður í geðleysi, þá ég hef engar ágjör af þeim. Þú við kannski læra að lesa manni sem að reyna að selja þér sjóð 9, gæti lesið hann. En ég ætla bara að vara hlustendur við það að vegna þess að talað greiningadeildina í Seðlabankanum sem góða fyrirmynd. Ég ekki viss að það væri. Ég held að vaxtahækkanina sem að þeir nota nú alveg sambærilega því að gefa barninu líf í staðinn fyrir að skoða. Ég var ekki að rósa neinum greiningadeild. Ég var bara að segja við sem samfélag við lítum svo mikið upp til ákveðna tegundar af einhvers konar greiningadeildum. Ég réð ekki við mig. En það besta sem við gerum fyrir börnin, það að meðhöndla foreldrana. Það það besta Þannig að þau eigi sér eðlilegt líf inn á Herðu, ef ég má halda áfram að kasta fram kerfunum, refsikerfið, fangelsinn, taka þau tilliti til þess að fólk sem með fíknisjúkdóm og geðraskanir? Nei, þetta Það við þurfum ekki að ræða þetta, bara nei. Það bara... Nei, það bara segir sig sjálft, þau gera það ekki, Og það kannski líka þessari umræðu að afglæpavæða neysluskammta. Mér finnst sú umræða ekki mjög djúp. Ég get verið sammála þessu, ég get líka alveg verið ósammála þessu. Og mér finnst bara, mér finnst vantar svo miklu meira inn í þessa umræðu, En það kannski... Það væri betra orkan sem fyrir þessu umræðu væri eitthvað sem væri djúpstæðara og árangursríkara, ertu að segja það? Já, á þess að, í rauninni, Ég ætla ekki að, þetta hefur gefist vel í Portúgal og eitthvað sagði mér nú að lögreglan þekkti nú flesta þess sem að væri að ganga með neysluskammta og þeir væri ekkert að sekta þetta fólk hvort þið en, ég veit það ekki, mér finnst einhvern veginn bara, mér finnst svo vanta mikið í þessu umræðu. Kannski tökum við þá umræðu bara upp seinna. Ég hef nú lengi verið á leiðinni að vera með umræðu, íslenska umræðu, sem að tæki meðal annars inn sjónarmið frá Bandaríkjunum. Það sem verið að lögleyfa kannabis. Já, ég skil alveg fólki sem að berjast fyrir þessu, ekki miskilum mig, en það bara, Ég býð þér seinna til umræðu þar sem við tökum líka inn lögleyfingu kannabis í Bandaríkjunum og neysluskammtana. Ræðum sérstaklega það, því að það svona aðeins til hliðar við það sem að mér langar til þess að ræða við ykkur. En að því ég að kasta svona fram kerfum, að þá eitt kerfi sem húsnæðiskerfi sem að stundum flokkað sem velferðarmál, en stundum ekki og enn síður kannski eftir uppstokkun ráðuneytanna sem að húsnæðismáli fara út úr félagsmálaráðuneytinu inn í innviðaráðuneyti sem bara við hliðina á vegagerðinu og öðru slíku, þannig að það orðið svona hluti af hörðum innviðum en ekki mjúkum innviðum sem að húsnæðiskerfið alltaf að sömu leyti og það oft verið sagt að húsnæðiskerfið eins og kúla sem að öll önnur velferð veltir ofan á. Þannig að ef við erum með veikt húsnæðiskerfi að þá getur allar aðrar velferðar aðgerðir okkar orðið fyrir bí. Það eins og við höfum nefnt svo sem hér að það vera að útskrifa fólk út af vík inn í heimilisleysi. Það segir sér sjálft að afleiðingin, hinn góða afleiðinga meðferðinni getur eyðst upp bara á örfáum dögum. Og ég býst við að þið í geðhjálp þekkið það sama, hversu mikilvægt að hafa öruggt húsnæði fyrir fólk sem að glíma við geðraskanir. Eru ykkar samtök með einhverja kröfur í sambandi við húsnæðismál? Sérstaklega fyrir ykkar fólk? Já, sjálfsögðu, hluta því sem við erum að tala það náttúrulega, þegar við ræðum að vera fyrir ofan fossinn, að þá erum við að tala þjónustuna, fyrsta stigs geðþjónustu sem út í samfélaginu, samfélagsgeðþjónusta og það sem að vandi mjög margra af þeim sem eru kannski að glíma við eitthvað annað en þegar það verður flóknari vandi,
þegar hann kannski ekki bara lítill kvíði annað, en þegar fólk missir vinnu og með geðrænar áskoranir og leggst inn á geðdeildir kannski og með vanda, fyrir kannski geðhæði annað, þá kom upp fordómar og þannig að það kemur ákveðin útskúfun, þeir eru ítt til hliðar, þú farið ekki að búa, við sáum það nú bara í sumar, það var hæstaréttardómur, þar sem hann var að leyndur galli á íbúð, voru geðrænar áskoranir nágranna. Og þetta allt hluti af þessu kerfi í rauninni hvernig þeir sem að búa lakast í samfélaginu eru þeir sem að búa við örorku og geðrænar áskoranir. Tala ekki ef þeir eru með tvíþættan vanda, eða þríþættan með einhvers konar þroskahömlun í bland við fíknivanda og síðan geðrænar áskoranir. Þessi hópur eru auðvitað sá hópur sem við ætlum að sinna fyrst og fremst og svo alltaf, það eru þeir sem að búa lakast. Samfélagið á að huga fyrst að þeim sem að gerir því miður ekki í dag og við erum að reyna að endurtaka hér fordómakönnun og fleira til þess í rauninni að reyna að fá umræðuna til þess að breyta þessu, því að þetta alltaf sama, bara við viljum ekki hafa þetta við hliðina á okkur. Hvert einasta skipti sem á að gera eitthvað fyrir jaðarsettasta hópinn, að þá kemur þessi umræða að það ekki gott að þetta sé hér, því að hér eitthvað, hvort sem það leikskóli eða bara eitthvað, fasteignaverð eða hvað sem það alltaf þetta. Og við þurfum að vinda ofan að þessu og félagslega kerfið eru þetta líka þrátt fyrir að það sé ódýra heldur en almenna kerfið, þá húsalega fyrir þá sem eru með strípaður örorkubætur útborgað 220.000 að það nær yngri áttu þú ert að borga í félagslega kerfinu yfir 100.000 krónur. Þetta svo mikið af ráðstöfunartekjum þínum sem þú notar þrátt fyrir þessi félagslega kerfi. Og síðan þetta þannig að sveitarfélögin í kringum okkur ekki að sinna þessu, það misjafnt hvernig reyndar. Reykjavík nú komið fram og sinnir þessu ágætlega að því leyti að það eru til fleiri íbúðir en verðið á þeim, það ansi hátt fyrir þá sem að hafa engar tekjur. Þannig að við að sjálfsögðu erum inn í þessari umræðu og reyna að hnika til og breyta og reyna að fá þessa fordóma, reyna að við svona göngumst við þeim, af því þá auðveldara að einhvern veginn lifa með þeim og þá auðveldara kannski að leyfa fólki að koma sem við erum hrædd við, af því að þetta svo mikil útskúfun og þetta styttir líf, þetta bara mjög alvarlegt mál. Já, og húsnæðismálin eru stór þáttur, ég sagði áðan að fólk var að glíma við sjúkdóminn og það var að glíma við fátækt sem afleiðing af honum og það að glíma við fordóma samfélagsins út af sjúkdómnum og fátæktinni sem náttúrulega kannski bara jafnt mikill eða jafnvel meiri fordóma gagnvart fátæktinni heldur en sjúkdómanum. Og svo í ofanálag fólki hrakið út á húsnæðismarkað sem hreint helvíti. Húsnæðismarkaðurinn það stóra, hann kannski bara gæti verið fjórða stoðin undir eymdinni. Einar, þið eru næstu komnir út í bara byggingafélag, þið ætlaði að búa til búsetuúrræði fyrir konur og fleiri. Þið eru að glíma við húsnæðisvandann. Já, ég meina húsnæðisvandinn eins og voru bara að tala um áðan, hann stór hluti af batanum, að vera í öruggu húsnæði, það mjög áreiðandi. Og við erum að reka í dag sem sagt búsetuúrræði fyrir karla og 20 manns. Og við ætlum okkur að byggja búsetuúrræði fyrir konur sem væri þá kannski 24-36 mánaða úrræði. Ég veit ekki hvort ég að kalla það bata og virkni, ég veit það ekki, svo má bara skilgreina virkni bara eins og hver vill, en þetta allavega fólk sem hefur þá löngun að verða edrú og þarf til þess örugt skjól og við viljum endilega gera það þessu fólki kleift að búa hjá okkur og vera þá beintengt eins og ég sagði áðan við göngudeildina og fá þjónustu þar. En eins og ég sagði þá eru húsnæðismálin bara, við höfum í sjálfu sér ekki verið mikið í sjálfu sér að vera að berjast fyrir akkurat einhverjum húsnæðis lausnum, að því okkar fókus hefur bara fyrst og fremst farið í það að vera að reyna að fjármagna aukna þjónustu inn á Vogi, inn á Vík og inn á göngudeildunum, okkar peningu sem við höfum safnað og þá tími sem að fer í að búa það saman til,
þá bara voða lítið tími eftir, en húsnæðismálin eru klárlega stór faktor í þessu öllu saman. Og félagsleg þjónusta til að koma þessu fólki á fæturnar aftur og til betra lífs. Það alveg klárt, sko. Herðu, má ég enda með að spyrja ykkur einna spurningar sem eru svona velkjast í hausnum að mér þessa dagana. Að þú veist, maður veltir stundum fyrir sig, sko, í hverju glíman fólgin, sko? Hún fólgin af því að koma fram með, sko, snjallar hugmyndir þar sem allir sjá að séu sniðugar? Nei, það virðist ekki vera, því að það var bæði Geðhjálp og SA alltaf að koma fram með einhverja hugmyndir sem að síðan bara fæst ekki stuðningur við. Er þetta glíma við einhverja sem að vilja vera með aðra forgangsröð? Auðvitað klárlega þannig, en það samt eitthvað óeðlilegt við hvað svona góð verk, þá ég ekki að tala góð verk í svona borgarlegum, þetta bara góð verk, eru neðarlega. Það alltaf, Grímur nefndi verðleikamatið og bara saman, sko, framlag til geðheilbrigðismála út af COVID við næri ekki svona fullu verði á dýrustu íbúðinni í Austuröll. Þannig að þessi en svo stundu ég að velta fyrir með þessi dagana, kannski það út af aðvettunar að koma og þá maður kannski að hugsa meira þeim nótum, að samfélag okkar sé bara, það mætti vera meiri mannúð í samfélaginu okkar. Ég mátti taka dæmi að ég svolítið að vinna með leigjendasamtökum núna og þar kannski 20% af fólkinu þjáist út af óeðlilegum húsnæðismarkaði og bara 20% landsmanna húsnæðisleigumarkaðurinn bara versta vandamáli sem glíma við. Svo eitthvað svona 10% sem græða á ástandinu. Auka íbúð eða eru að braska eitthvað eða eitthvað verktakagróða eða svo 70% sem eru svona safe inn í eignar íbúðakerfinu og húsnæðismál ekki megin vandamálið í því. Og ég velti fyrir mér, ekki eitthvað að samfélaginu, það sem eiginlega öll umræð húsnæðismál á forsendum, sko, 10% eða 70%, það sem bara verið að birta myndir af einhverju skipulögum, einhverju hverfa og eitthvað svona, en þjáning 20% kemst eiginlega ekki inn í sem megin hluti umræðunar. Sem við ættum náttúrulega, ef við værum svona gott samfélag, ættum við bara linnlaust að vera að tala sko þjáninga þeirra sem standa þess verst. Þetta svona bara létt spurning í lokin. Grímur, þannig að þú vildir fara fyrir. Já, létt og ekki létt spurning, sko. Auðvitað það alveg þannig að við getum, þegar við hugsum þegar við erum að senda einhver erind á fjárlaganefnd eða erum að biðja hitt og þetta, þá þeir sem eru þar eru pínlítið endurspegla þjóðina og okkar kannski hlutverk að reyna að opna augu fólks fyrir því einmitt og sko að verðmætamatið, að maður svona átti sig svolítið á sko hvar það liggur, hvað eru verðmæti, raunverulegu verðmæti. Og það segja það allir, þú veist, þetta notað, hvað gerist þegar við deyjum? Sitjum við þá og sjáum eftir því hvað við fjárfestum lítið í Marel eða erum við að spá í því? Nei, við erum að spá í tíma með fjölskyldunni, við erum að spá í glötuðum tækifærum eitthvað svona mannlegt. Og það er það sem við þurfum að fá samfélagi með okkur til þess að setja þetta mannlega svolítið á oddinn og búa, sko, mennskan svo mikilvæg og við þurfum að átta okkur á því að það sem kannski að hrjá okkur mest núna, þessi mikla neysla sem að samfélagið byggir á, svo líka að jörðin bara að segja, við nennum ekki að hafa mannkynið þetta mikið lengur, það að mannkynið svo mikið að sjúga út allt sem að okkar resursa við bara, og þú veist, þess vegna erum við þetta upplifað þennan hita og það eru ýmist teikn á lofti með þetta. Við þurfum kannski að fara, ef við myndum svona slaka á neyslunni og þess og setja þetta í forgang, þú veist, börnin okkar, þú veist, einhvers konar samvera frekar en einhver hlaup á hamsturhjólinu endalaust. Þannig að ég ætla nú ekki kannski að fara djúpt út í þetta, en ég held að þetta sé alveg svona kannski að fyrir okkur að var þetta okkar geðheilsu, að þá það alveg þannig að einfalda lífið svolítið gott fyrir geðheilsuna og stundu segjum við kannski verið best að rafmagnið myndi fara af í svona 1 ár, skilur við. Þá myndum við losna við alla samfélagsmiðlana og allt þetta sko, sem svona, og við getum endurstilt okkur, en þetta það ekki þannig, við þurfum líka að leyfa fólki að vera það sem það og allt það, en
þetta kannski, þannig að þetta bara mjög valid vangavelta. Einar, ég ætla að velta sögur á þig og það sem að mér langar eiginlega að spyrja að þinn hópur og líka hópurinn sem að Grímur að vinna fyrir, að þeirra baráttu bara baráttu upp á líf og dauða. Þetta bara raunveruleg baráttu upp á líf og dauða, þetta styttir ævi, þetta það eru margir sem falla frá bara á leiðinni. Af hverju málefni þessara hópa, það sem að við getum raunverulega verið að bjarga lífi, af hverju það ekki ofarlega forgangsröðun í samfélaginu? Já, þeirra stórt spurt, ég held, í fyrsta lagi þá þetta mjög óþægileg umræða. Þú veist, ef þú ert bara svona dagstaglega að tala eitthvað, þá viltu frekar tala eitthvað sem að bara, þú veist, hvort Icelandair hafi hækkað í dag eða ekki, eða, þú veist, þessi umræða svo erfið, en það svo mikilvægt fyrir svona samtök eins og SA og Geðhjálp og fleiri, að tala þetta og tala þetta bara eins og þetta sé ekkert tabú, heldur þetta getur bara komið fyrir hvern sem hvenær sem og þar skiptir engu máli hvort að viðkomandi sé bara milljarðamæringur eða búi á götunni, þetta getur komið fyrir hvern sem og ég held að sé mikilvægt núna í framtíðinni og ég ætla að reynda að vera búin að gera það, mér langaði svo bara til að hóa í alla þessa aðala sem að vinna, ég var að kalla þetta þessi geiri eða þú veist, við erum að fást við, þú veist, það geðhjálpari við, það Krísuvík, Hlaðgerðarkot, Teigar og fleiri og kannski bara myndi bara svona bara, þú veist, ég segi ekki bandana, heldur bara, þú veist, að vera svolítið leiðandi umræðin og gera hana bara svona þannig að venjulegt fólk bara skilji þetta, því það eru margir sem kannski skilji ekki alveg hvað við erum að gera og sérstaklega varðandi kannski, þeir sem að drekka mikið, þú veist, ef þú eru alkohólistar, hættu bara að drekka, það bara eins og, þú veist, kannski það ekki allir sem skilja þetta hvað við erum að fást við dagstaglega og ég held að svona eins og Geðhjálpar voru búið að gera þessum með geðleysingum dæmis svona að koma svona skýrum, góðum skilaboðum frá sér. Ég held að það sé það sem við eigum að gera í framtíðinu og í náinni framtíð og þar fá fólkið okkar band og bara, þú veist, ef þetta 30% af þjóðfélaginu sem að glíma kannski við annarkot þennan vanda, þá bara snertir þetta alla í samfélaginu og ég trúi ekki öðru að mennskan hjálpa okkur mikið þarna og við þurfum bara að koma þessu skýrara frá okkur og fá fólk með okkur í lið. Ég hveti til þess að gera það og þannig byggist baráttur upp að þið lærið það sem að Geðhjálp hefur gert vel og Geðhjálp lærir af því sem SA hefur gert vel og saman eru við sterkari. Ég man nú aldrei hvað hann heitir, einn af afkomendum Kennedy fjölskyldunar sem var þingmaður í Massachusetts og hætti þegar Edward Kennedy dó. Hann nennti ekki að vera á þingi ef stóri frændir var ekki með honum. Hann glímir bæði við gerðaskanir og er mikill fíkill og hann hefur leitt sama baráttu þar sem hann dregur einmitt mjög saman hvernig svona staða þessara tveggja hópa er mjög lík í samfélaginu. Ég held að það geti verið svona leiðarljós fyrir samstarf ykkur á milli. En eins og þið komið ljós í þættinu. Bara svo í lokin, þetta snýst ekki þetta snýst einstaklinginn og við þurfum að nálgast hann á hans forsendum. Við megum ekki gera á okkar forsendum. Og þetta byggir svolítið á því að þetta verði mannúðlegt hvernig við nálgumst það. Já. Herðu, ég þakka ykkur kærlega fyrir Einar og Grímur og Rauða borðið heldur áfram. Það komið svona aðventa í okkur. Kannski ræðum við aðeins mannúðina í samfélaginu. Ég er búin að boða hér fund lögleiðingu kannabisefna. Við ætlum að skemmta okkur að þessu fram að jólum. Næst verður Rauða borðið hér á morgun klukkan 8 en ég þakka gestum mínum og þeim sem stöldruðu við og hlustuðu á okkur kærlega fyrir og þakka fyrir í dag. Takk fyrir.